Já, ég ætla að gera hérna bæklingum timburklæðningar á Íslandi og það má eiginlega segja að það voru rosalega mikið framfarir eða breytingar síðustu 20 árin. Hvað var það timburklæðningar? Þetta var svona meira álklæðningar, plastklæðningar eða stálklæðningar og þetta var svona meira vinsælt hérna á seinni árum að fara í það að nota timburklæðningar og sérstaklega þegar kemur að lerki þá hefur það eiginlega alveg sprungið út í vinsældum hjá arkitektum og húseigendum og lerkið hefur þannig eiginleika að það fúnar ekki á sama hátt. En það sem er góða við timburklæðningarnar er að þær eru svo hlýlegar og er sérstaklega gott það sem eru kannski mikið traffík og þetta rispast ekki á sama hátt eins og þessi álklæðningar, járnklæðningar og þú kannski, það neikvæða þarft að mála þetta kannski á 5 ára fresti en þetta hefur þennan hlýleika og gefur svona húsum gott yfirbragð. Eins og sést á myndinu þarna, þá hefur verið mjög vinsælt að nota lerki standandi, oft svona með smá rifum á milli borða og þetta er svona fallegur arkitektur á móti því sem hefur verið áður og þetta lerki er látið standa og grána með tímanum, það er ekki meðhöndlað á neinn hátt, það hefur í sér efni sem er í rauninni fúavörn. Það er kannski það eina sem maður þarf að passa sig að þegar maður er að til dæmis að klæða lerki eða fúavarið efni að maður þarf að nota ryðfrítt skrúur eða ryðfría nagla þegar maður er að klæða. Það er því að þessi efni sem í lerkin til dæmis þau bara eyða upp galvanisýringu og það er sama með gaggvarið efni og fúavarið efni að það gerir það sama. Greniklæðningar hafa líka verið mikið notar eiginlega frá upphafi tíma og greni hefur þannig eiginleika þegar stutt eftir að eiginlega búið að fella tréð þá hættir að taka vissir að sjúga í sér raka og það hefur verið það er bara mjög góður eiginleiki í greninu og það er eiginlega ekki hægt að það er ekki verið hægt að gaggveri eða með þrýstingi vegna þess að það bara tekur ekki vissir og þá er kannski furan meira notuð í að gaggveri og svoleiðis. En eitt má maður segja kannski með allar klæðningarnar, þetta er eiginlega allt eins uppbyggt á bak við klæðningarnar. Einu munurinn ef klæðning er liggjandi, þá eru listar setta bara beint á stoðir og þá er þetta að færðu öndunina þar. En eins og við sjáum hérna á myndinni, hérna erum við með standandi klæðningu og þá þarf maður að setja á neglingalistana aðra lista sem fara upp stoðurnar til að búa til öndunina á bak við klæðninguna. Þar sem þetta er svona regnkápa húsins, þá er þetta til að taka á mestu veðrin og rigningarnar og það er svo gott fyrir að hafa þessa öndun á bak til að þurrka timbrið eftir slagveg þessu rigningar. En svo er einnig svona mikilvægt þegar verið að gera svona klæðningar sérstaklega að neglingin, hún er í millibilinu á milli borðana sem er á bakvið út á hreyfingu. Það sé ekki verið að ýta nöglunum til þegar timbrið er að hreyfa sig út á hitabreytingum eða raka. Hérna er til dæmis það sem er verið með liggjandi klæðningur og allar liggjandi klæðningar, uppbyggingin er svo sama á bakvið. Þetta geta verið svona eins og þessar með nótaðar klæðningar eða alls konar, en þetta er eiginlega alltaf það sama hvernig þetta er uppbyggt á bakvið og en þetta er svona fljótlegt og maður svona mælir eindrið með því að það sé búið eiginlega grunna og mála klæðninguna ef hún á að hafa einhverja meðhöndlun að gera það áður en maður setur hana upp. Hún rýrnar töluvert svona og breytist þegar hún kemur á vegginn og þornar í sólinni og það ég mæla alveg eindræði með því. En já, þetta er sem sagt bara verða mjög vinsælt í dag að setja þessa timburklæðningar og þetta er náttúrulegt efni sem að
ég mælu bara eindregið með það.